Komið sæl, Bjarki Guðmundsson heiti ég og er að kynna verkefnið Gagnvirkur söngvabanki fyrir leikskóla. En það er verkefni sem ég vann í sumar undir handleiðslu Helgu Rutar Guðmundsdóttur, prófessors í tónmennt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, með styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna. Og verkefnið snýr sem sagt að uppsetningu á stafrænum gagnagrunni yfir 180 algengstu sönglög í íslenskum leikskólum. Og valið á þessum lögum sem finna má í gagnagrunninum er byggt á niðurstöðum meistaraverkefnis Valdísar Ýrar Vigfúsdóttur frá 2020 sem kallast Syngjum saman, rannsókn á sönglögum í íslenskum leikskólum. Þar var tekinn saman listi yfir algengustu þulur og söngva og sett í flokka líka sem við nýttum okkur. Valdís er einmitt með erindi þetta hérna núna á Menntakviku og hvet ég ykkur til þess að horfa á vídeóið hennar. Og þeim upplýsingum sem við söfnuðum saman í gagnagrunnum var texti laga, höfundar og þýðendur og eiginlega bara allir sem komu nálægt laginu. Við ákveðum að gera ekki greinamun á höfundum og þýðendum. Það er bara einn gluggi sem kallast bara höfundar og þá er það bara hvort sem að það sé upprunalegi textahöfundur eða lagahöfundur, bara lagsins á upprunalegu tungumálinu eða þá líka þýðendi á íslensku. Síðan skoðum við upprunaland laglínu þar sem það var í boði, þar söfnuðum við þeim upplýsingum. Það kannski er ekki stór hluti af gagnagrunnum eins og en við hugsum að þetta geti kannski nýst síðar meir þegar að stækkar og þá væri gaman að hafa þetta uppi á upplýsingur þetta, hvernig þessi sönglög er að koma til landsins og svona hvaðan svo tónlist sem við erum að syngja og kenna börnunum hvaðan hún er. Skoðum við einnig sameiginlegar laglínur, það er þó nokkuð það að þessi gerur nýr texti yfir suma laglínu og það sé sungið og þetta bara þekkjum við mörg hver án þess að í raun að gera okkur grein fyrir því að bara Gamli Nói hefur verið að það er sungið með fleiri útfærslum og kannski fólk gerir sér ekki grein fyrir það að syngja í sama lag. Nótur og hljóðdæmi þessu söfnum við líka saman og settum inn í gagnagrunnin til þess að það væri þægilegra fyrir kennara að hafa aðgengi að eða þekkti ekki lagið þá væri allavega hægt að hlusta á það og kannski þekkja það. Og síðan söfnum við einnig öðrum upplýsingum sem var þá bara eins og ef hvað lagið hét á uppruna tungumálinu og allt þar á milli bara hvað okkur fannst þótti nytsamlegt að vita lagið og þetta er einmitt eins og með upprunaland, eitthvað sem við munum nýta okkur síðar meir þegar stækkar, þá ef við sjáum eitthvað sameiginlegt þarna á milli þá væri hægt að gera annan lið í gagnagrunnum með viðeigandi upplýsingum og það er bara betra að þeim sem safnað við þau 180 lög sem við erum með nú þegar, frekar en að fara yfir þau aftur að leita af því. Nótur og hljóðdæmi voru mjög stór þáttur í þessari vinnu að finna nótur af lögunum og koma því í rétt snið og við notum forrit sem kallast MuseScore sem er nótnaskriftarforrit og er gjaldfrjálst og mjög þægilegt að vinna með það og sérstaklega það er frítt en hefur alla valmöguleika sem dýrari forrit eru með og við fundum nótur, íslenskar nótur eru svolítið það er svolítið sérstakt, það er til að nóg af nótum og hljómum fyrir barnalög en það er búin að takmarkað úrval á internetinu og við þau lög sem ekki var að finna nótur á netinu, þar þurftum við að skrifa þau upp út frá þá bara, við skrifa Facebook, SoundCloud og YouTube og munnlegar heimildir. Þetta var eitthvað sem við nýttum okkur til þess að komast til botns í það hvaða lag væri verið að tala út frá ritgerðinni hennar verkefni hennar Valdísar. Og þegar að nóturnar voru komnar saman þá voru þær vistar sem PDF-skrá með nótur og hljómum, svo kallað lead sheet og síðan MP3 hljóðskrá sem við tengjum síðan við gagnagrunninn sem er að hlusta á og síðan upprunalega MuseScore skráin sem er haldið til haga þannig að það sé hægt að breyta tóntegund og annað slíkt. Síðan
það leitarvélin sem í rauninni þessi sýnilegi þáttur gagnagrunnsins. Skulum kíkja á hana eftir. Leitarvélin tekur tillit til þessa flokka sem ég var að telja upp áðan. Texta flokklagsins eftir því sem kom fram í verkefninu Valdísar, eftir hvort að það sé jólalag, hvort það sé vetur eða haustlag. Við tókum til þess og settum þá viðandi flokka undir. Og höfundar, þýðendur, eftir því sem ég lýsti áðan, þetta allt bara í innan sömu breytu, upprunaland og sameiginlega laglína. Og við skulum núna bara líta á leitarvélina eins og hún kemur upp. Hún er svona einföld í sniðum og þá sjáum við hér eru við með YouTube hlekkin og síðan eru við hérna með MP3 hlekkin og síðan PDF með nótunum. Og ef við tökum bara hérna þetta lag til dæmis, þá opnum við hérna og þá finnum við nótur með laglínunni, hljómum og síðan textanum, hvernig hann dreifist hérna innan laglínunar. Út frá þessu er síðan hérna MP3 hljóðskrá sem er að hlusta á lagið. Mjög fínt. Og síðan hérna settum við inn YouTube-linkin. Og hér völdum við bara lög sem eru með viðeigandi höfundaréttarskráningu, sem tekur tillit til þess að þetta er sem sagt tekið frá viðeigandi streymisveitu þar sem höfundur lagsins hefur gefið blessun sína að þetta sé á internetinu. Þó að við höfum fundið lag á YouTube, þá er það ekki í boði nema það svo sé. Hér upp erum við með leitastrenginn sem tekur tillit til alla þessa breytna áðan sem ég taldi upp og hérna er flokkunarglugginn. Þá kom að hafa hann svona sér að það er þægilegra þá að leita eftir því ég ætla að sjá hvað er í boði. En við til dæmis förum hérna í leitina og dýr eru mjög algengt viðfangsefni í íslenskum barnalögum og sérstaklega mýs, ég veit ekki hvað af hverju við erum mjög hrifin af músum, þannig að við skulum hérna mús, þá fáum við hérna upp nokkuð lög. Og þá er verið að leita hvort það sé mús þá í titli eða mús í texta. Þess að hérna lagið megabæt úr latabæt, það er að tala um tölvumús hérna, en það tekur þá tillit til þess. Og þess að sjáðu, hérna er ekki YouTube hlekkur út af því að við fundum ekki viðeigandi, það var ekkert að finna viðeigandi hlekk sem gerir tillit til höfundaréttar. Þá er því bara sleppt, en þá höfum við enga síður spilunarmöguleikann hér ef einhver kannast ekki við laglínuna. Mjög fínt. Og svona er leitarvélin, frekar einföld í sniðum og við erum hérna með 155 lög, en það eru sem sagt af þessum 180 þau lög sem við erum þá komin með, höfum fundið laglínu til þess að geta sem sagt skrifað upp texta og laglínu og fundið viðeigandi upplýsingar. Við lítum á hverju þetta byggist, þá erum við hérna með skjal þar sem allar þessar upplýsingar eru dregnar saman inn í og tengdar við leitarvélina. Og innan þessa skjals er síðan má finna hérna upprunaland og þar eru búin að taka saman öll upprunalönd og setja hérna í smá kort og þetta er svona partur sem við erum með í vinnslu líka og vonast til að geta birt þetta á svona gagnvirkari hátt eftir einhver tíma og þetta mun alltaf verða betra þegar að fleiri lög bætast inn og þá verður þetta að nýta þetta alltaf að sjá hvaðan lögin sem við erum að syngja á leikskólanum, hvaðan þau eru að koma. Textagreining var stór partur af þessu og þá settum við upp öll orðin úr textunum saman og leituðum eftir hversu oft þau komið fram og það var alltaf mikið af þessu eru orðið svo baba og búbú og eitthvað svona sem kannski er ekki beint orð. Það er mjög algengt, þetta séu svona bara einhver málhljóð og síðan settum við hérna upp textagreiningu þar sem er búið að taka
sama stofn og telja það sem þá algengari útgáfu til þess að við getum aðeins áttað okkur betur á því hvað textarnir eru. Það eru miklu möguleikar fyrir svona gagnagrunn að koma honum í notkun og hann verður gerður opinberar á tonment.is og við sjáum fyrir okkur það að þetta sé að við sem að sameina þessar söngbækur leikskólana sem eru margar hverjar á internetinu en núna geta þær verið í aðeins svona meiri gagnvirkum stíl þar sem kennararnir geta þá farið inn og séð skjöl með þá hljóðdæmum og öðru slíku eins og við fórum yfir og leitarvélin getur sérsniðið viðfangsefni fyrir kennarana sem þeir geta flett upp bara orðum eins og við fluttum áður upp mús og þá geta þeir séð viðfangsefni sem þeir að kenna og fundið lag við það til þess að miða kennslun út frá. Og eins og ég kom inn á þann þá erum við að bæta við vonumst til að geta bætt fleiri lögum og þá koma fleiri möguleikar. Þá þetta að gera þetta heimskort betra og gagnvirkara og sömuleiðis orðagreininguna, hvernig hún raðast koma fleiri lögin með fleiri orðum, þá getum við sett fleiri breytur og séð þá fleiri möguleika. Ég þakka bara kærlega fyrir mig.